Já, við erum velkomin í Leikjadóm hér í Game TV og þessu sinni það leikurinn Hellblade sem gerður af Ninja Theory fyrirtækinu. Þeir byggu meðal annars til leikinn Heavily Sword sem ég var mjög mikil aðdáandi af. Enslaved, man ekki að setja nafnið þér? Já, ég reyndi Enslaved, hann var ekki alveg, ég náði ekki alveg að tengja við hann, en allavega þeir gerðu þennan og svo gerðu held ég endurgerðina Devil May Cry, eða DMC eins og hétt. Þannig að þeir hafa verið unnið ýmsum góðu leikjum og ég var mjög spenntur þegar ég heyrði af Hellblade. Við erum búin að fá Daniel frá Nörd Norðursins hérna með okkur í þennan Leikjadóm, en hann búin að spila leikinn frá upphafi til enda og segðu mér Daniel ef við byrjum bara svona aðeins kannski á söguþræðinum í Hellblade. Hvað fjallar þetta? Hann fjallar hérna og við leikum þessa konu sem heitir Senua. Hún hérna keltisk stríðsmaður hérna frá hérna á Rómatímabilinu. Og sagan eiginlega gengur það að hún hérna ein og yfirgefin. Það kom eitthvað upp fyrir hérna þorpin hennar og hún til að flýja eða eitthvað svoleiðis. Og það sem leikurinn gengur meil út af að hún glímir við svona geðrofa eða hún geðvik. Ok, þannig að það eitthvað svona geðsýki sem að herja á hana. Já, og leikurinn svolítið snýst það að fá spilarann svolítið svona tengja við hana og hvað hún að sjá og bara það sem geðvikir einstaklingar eða maður að segja sem glíma við kvilla að fara í gegnum. Þannig að þetta eitthvað, þetta eitthvað nýtt svolítið svona tvist í töluleikjum að reyna að leika fámann til að upplifa. Algjörlega, þegar það svona kannski við förum svona hægt í þetta eða svona rétt í þetta, það þegar Ninja Theory leikjafyrirtæki, þeir gerðu mikla rannsóknarvinnu við þetta. Þeir fengu alls konar hvað sem geðlækni eða hanni og sálfræðinga allt til að og fóru með í ferli gegnum þetta og kynntu sér alveg efni alveg frá ítalega og byggu þannig til þennan Hellblade Senua's Sacrifice. Og þetta þá segast, maður bara með konu sem svona einhver geðsýki sem sækir að henni og maður svona, þeir nota alls kyns tæknir til að eiginlega draga mann inn í og láta mann einhvern veginn komast inn í hugar heim hennar. Nákvæmlega, þeir gera það bara strax í byrjun og segja bara nota headphone þegar þú spila leik. Það bara algjör skilur? Þeir mæla mjög með þig, ég prófaði þessu ég skilði og þú setur headphone á þér og eitt af þessum kvillar sem hún glímir við, þannig hún heyrir raddir og alla leikinn þá það heyra raddina bak við og það bara, þú verður færð svona chill og þetta svona rosa momentis og svo koma bardakennar milli og raddina láta vita þegar maður raftaði og svona, þannig að þetta alveg þannig að það er raddir sem að tala við allan tíman? Já, og þær eru svona heila hugsanir hennar. Já, og þannig að leikurinn brýtur svolítið líka fourth wall, þannig að því það eins og hún horfir stundum myndavélina á þig, það eins og þú sé hluti af þessu líka, þannig að hún svona pínu tala við þig líka. Þannig að þetta svolítið svona sérkennileg upplifun sem maður að fara í gegnum á þessu ferðalagi hennar. Hvernig leikur þetta? Þú veist, ef við tölum spilun, hvað þetta? Action, adventure leikur? Nákvæmlega, ég oft að reyna í hverjum blað. Þetta náttúrulega þriðju persónu, ég myndi ekki segja með hasar, þetta meira svona, þetta smá spennutryllir á köflum. Það koma moment sem maður alveg, þurft að vera með bleiunar á sig allavega. Og já, og minni pínu á Dark Souls, en samt ekki þar að segja, hann ekki það erfið. Bardakerfi, þú glímir við nokkra óvinni og það mjög einfalt. Það bara kassi svona fast strike, þrýningur þunghögg og R-ið að blokka. Svo þetta blokkar eftir tíma og stræka þannig óvinnin. Þannig að það svona tildulega einfalt bardak. Já, og þetta allt svona verur sem hún sér eða sér þannig. Og gaman að segja frá því að þetta gerir svolítið í norrænu goðanfræðinni. Það að segja já, að því það sögumaður leiknum sem segir frá Óðinn og Þór og hún þetta greinilega í þenni trú að og hennar tíma að þetta voru þeirra guðir og það alls konar sög og þú þetta berjast við surt og fleira og svona koma frá norðin, þannig að þetta mjög flott. Þannig að það að detta inn í leikinn og bardakerfi tiltölulega einfalt, þannig að kannski ekki ofur áherslu á að vera kannski góður í því. Nei, og svo þetta stillingar sem heitir náttúrulega Easy, Medium, Hard og svo sá ég skemmtilega auto-stillinga, þannig að leikurinn kannski svona pínur svona að segja þeir þetta og erfitt, við ætlum aðeins að lækka þetta. Lærir á því? Já, því mér fannst það að vera pínu erfiður á köflum en allt mjög góð. Og hvað með þú veist, eru síðan þrautir líka? Já, svo náttúrulega þrautaleikurinn, þetta mjög einfalda þrautir, eiginlega rúglega svona 4 þrautir, þú ætti að reyna að finna einhvern svona tákn í heiminum og hún sér svona kannski, þetta rúnir stafir og þú ætti að sjá þessar rúnir í umhverfinu og þannig opnar fyrir fleiri
fleiri leiðir í gegnum leikinn til að komast áleiðis. Þannig að þetta svona þrauta slagsmálaleikur með svona þessu svona sérstaka ívafi að komast inn í hugarheim einhvern veginn leikja persónunar í rauninni. Akkurat. Ég man þegar ég spilaði Heavenly Sword þá var hann alltaf svona showcase leikur PlayStation 3. Algjörlega. Rosalega flott grafík, notuðu hérna Hollywood leikara og veit ég hvað. Grafíkin í þessum leikum, hvernig hún er stórkostleg. Er hún stórkostleg? Já, þetta er bara ekkert Uncharted, því við vitum alveg hvernig það er, en þetta er bara, leikurinn keyrir mig vel, ég lendi aldrei inn í vesinni, stundum hélt ég að væri komið eitthvað bug, en þá var þá kannski bara, ég var ekki alveg fatt að þrautina eitthvað svoleiðis, annars bara mjög fínt, sko. Ok, þannig að hann er flottur. Soundið, þú ert nú aðeins búin að tala um að hann heyri raddir sem aðeins fríkar mann út, tónlist og sound og svona, hvernig er það stór partur í? Ég held að þetta sé, já, ég held að sé stærsti hlutin í, bæði raddirnar og annað og dimmur raddir sumar og hún fær að heyra óvinnum tala við þig og þetta er alltaf raddir sem hún heyrir bara og svo þegar hann að koma sérstök glöð þegar þú ert að berjast óvinnu og ég fæl mig algjörlega að vera á svæðinu bara og ég kom moment bara ég bara wow, þetta er magnað. Já, ok. Þannig að þetta er rosalega svona bara hljóð og svona, ég bara veröld bara árás á alla, hvað maður að segja, öll skinnfæri bara. Ég held að besta, eins og segi, ég var að koma á þann að bestu upplifun mín var örugglega þegar ég var að slá óvinna framann og svo kemur einn á aftur á mig og ég vissi ekki að því og þegar hann er að fara að slá mig þá kemur einn röddin og segir passaðu þig og ég bara ít og X og þú rúlar í burtu og að raddina svona, þau skynja umhverfið og það var bara, ég bara ok, þetta er cool. En það er líka eins gott því að það hefur komið upp náttúrulega bæði verið umdeilt og mikið rætt kerfið í leiknum að ef þú deyrir þér það ekki eða lendir í einhverju að þá eyðir hún út save-gameinu þínu. Já, ég lendi sem betur verið ekki í því en hann gerði þig mjög stressað af því að hún er að glíma við eitthvað svona, það kemur hérna svona roots eins og að kalla það í leiknum svona evil roots, þannig að eftir hvers svona deyr þá hann að stækka svona æxlið eitthvað hérna og að tala þegar þetta æxlið er komið upp á höfuðið henni þá ertu dauð og leiknum er lokið, þetta er bara game over og saveið er búið. Þá bara eyðir hún save-gameinu? Já, ég sem betur fyrir lendi ekki í því en það gerði rosalega stressaðan á köflum og þegar ertu við að deyja og þá bara ég veit ekki hversu, kannski hefur 20 líf, maður veit ekki en þetta var En ertu í liði með þessu, finnst þér þetta sniðugt? Þetta skapar greinilega spennu? Já, í þessu tilfelli, já. Jú, ég var alveg til að slá, sérstaklega eins og leikurinn, hann býður upp á easy og ég gerir ráð fyrir að það sé svona, eins og segja, hægt að tekla það auðvitað. Ok, já, flott. Þannig að ef við svona, þegar öll er á botni kvöld, Hellblade, hvað myndir þú gefa honum í einhverjum bilinu upp í 10? Úff, mér langar rosalega að gefa honum fullt hús bara. Bara fullt hús? Já, þetta er, já, ég segi 9-5. 9-5, ok. Af því sko, ef þetta væri 5-5 skala, þá var 5. Og þó síðan okkar hafa gefið honum 4, mjög flott. Og mínu upplifun var hérna svolítið upp á hérna aðeins meira einhvern veginn, ég var svona fann með mér í leiknum. Ástæði sem ég vilja sjá meira kannski er bardag, þetta er svo sem ekkert bardagleikur en bardagkerfi, þetta er alltaf svona lock-on system, þannig að maður fannst að þú ert alltaf skiptið yfir óvinni og svo alltaf kemur gæfur og þeir loka svolítið inni og þú dóst stundum á því og svolítið líka sem er svona hefði viljað sjá að þú geta spila kafla aftur því að leikurinn er búinn, þá er þetta bara viltu byrja upp á nýtt og ég bara, það voru sumi kaflar sem voru svo flottir, ég væri alveg til að endur upplifa það en að spila í gænum alla leikinn svona 70% til að komast það Nei. En þetta er, ég meina, allavega 9-5, við leikum sem haft mikil áhrif á þig. Eitt svona loki, hvað er hann langur? Ég held að hann taki venjulega spila 8 tíma. 8 tíma? Gaman að segja fyrir því að leikurinn kostar, hann er bara til í stafrænu formi, kostar held ég $30, 25 pund, það eru einhver 3-5 og það er bara mjög vel að spila. Já, fyrir 8 tíma svona upplifun eins og þú lýsir. Algjörlega, og það er bara gaman að spila þetta á kvöldi til, eins og segja, koma myrkur með headphone, þetta er bara upplifun sko. Það er því, við mælum greinilega með Hellblade leiknum og ef þið viljið fá svona sterka upplifun fyrir öll skinnfæri þá mælum við með honum 9-5 af 10 segir Daniel. Takk að kella fyrir þetta. Já, takk fyrir.